Elías, Bjarni, við erum komnir til Kisa-Kaljó. Þið eru hér sem dómarar. Við byrjum á þér, Bjarni, kannski. Hvað eru þið sem dómarar að gera hér á Norðurlandamótinu í Kisa-Kaljó? Sko, við erum að dæma á Norðurlandamótinu hérna í Finnlandi og erum að fá það tækifæri til þess að kynnast alþjóðlegum dómurum á Norðurlandunum og bæta okkur sem dómarar og fáum bara frábært tækifæri hérna til þess að verða enn betri dómarar. Ja. Þú segir mér aðeins, Elías, hvernig er svona venjulegur dagur hérna í þessu klíningi sem þið eru í Kisa-Kaljó? Sko, hingað til hafa þetta verið morgunæfingar. Já, það eru kallaðar það klukkan 7:30 á morgnana, en það er yfirleitt bara svona létt skokk og eitthvað sprikl, sko. Svo er morgunfundur klukkan 9:15, þar sem er farið kannski yfir atriði úr leikjum gærdagsins eða öðrum leikjum á mótinu sem að betur mætti fara og komin þá með svona uppbyggilega gagnrýni varðandi þau atriði. Svo fáum við bara niðurröðunina fyrir daginn í kjölfar þess og þá bara veit maður í rauninni hvenær maður er að fara að dæma. Stundum dæma maður einn leik bara síðasta leik dagsins, stundum fær maður fyrsta leik. Hvað er það að fá út úr þessu, svona, Bjarni? Nú, fyrsta lagi sjáum við í rauninni bara mismunandi nálgun á leiknum. Ja. Við erum að fylgjast hérna með Finnunum og Eistunum og Dönunum og það er í rauninni bara nálgun á leiknum. Þeir taka þetta rosalega alvarlega. Fyrir mörgum er þetta bara mikill lífstíl. Á Íslandi er þetta oftar en ekki aukavinna fyrir okkur hérna. Þannig að í rauninni finnst mér fagleg nálgun á leiknum vera það sem ég er að taka mest út úr þessu. Og líka eins og Elías segir er náttúrulega þetta feedback sem við erum að fá eftir hvern einasta leik gerir það verkum að við erum að ná að sjá hluti og bæta okkur fyrir vikið mjög hratt að ég tel. Þannig að þetta er að hjálpa okkur rosalega mikið og verður spennandi að sjá hvort við náum að koma taka þetta með okkur heim fyrir komandi tímabil. Ekki spurning, það er sérstaklega fyrir okkur Bjarnar sem að byrjuðum að dæma á sama tíma bara á þar síðasta tímabili 2020-2021. Þá finnst okkur við bara að hafa lært meira á þessum 4 dögum en á þessu 1,5–2 árum sem við höfum dæmt hingað til, sko. Já. Sem að er bara ótrúlegt. Nú er þetta, þú veist, við sjáum boltinn sem er spilaður hérna, hann er svolítið ólíkur kannski þeim boltanum sem er spilaður á Íslandi, bara svona brandið einhvern veginn af körfuboltaleik, það er svona aðeins öðruvísi. Hvað er svona, Elías, hvað er að koma þeim mest á óvart varðandi svona dómgæslu hlutan af því hvernig boltinn er spilaður? Ætli það sé ekki bara eins og Bjarni talaði hvað dómararnir hérna eru ótrúlega góðir, sko. Ja. Og þú veist, hin löndin eru ekkert að senda dómara á öðru ári í dómgæslu, sko. Þau eru að senda menn og konur sem eru með margar ára reynslu úr efstu deildum sinna landa og sumir bara mjög nálægt í að vera FIBA alþjóðlegir dómarar og aðrir þegar orðnir það, sko. Þannig að ætli það sé ekki bara levelið á dómgæslunni hérna sem að kemur manni mest á óvart. Ja. Er eitthvað svona inn í leiknum, Bjarni, sem að þú ert að fókusa á hérna? Sem er kannski ólíkt því sem er heima? Sko, það sem ég er alltaf að taka mikið út úr þessu er það í rauninni að leyfa einstaklingum að spila körfubolta. Ja. Að það er verið að taka sérstaklega fyrir þessi minniháttar kontakt sem við á Íslandi eigum tilmestundum að dæma villur sem kannski mætti betur sleppa. Flæðið minnkar í leiknum og það myndast bara svona ýmiss konar getur myndast ágreiningur fyrir af hverju þetta vill ekki hitt villa og við þekkjum á íslensku körfubolta að það myndast ofta mjög mikil pirringur yfir svona atvikum og það sem við erum að sjá hérna er mikil áhersla á að halda flæðinu í leiknum og taka það sem þarf að taka, ekki vera að leita eftir einhverju. Elías, svona á þennan punkt, nú er þetta, þú veist, ég ætla ekki að segja þetta er grófari körfubolti en hann er miklu meiri ákafi í körfuboltanum. Þú veist, með það sem Bjarni er að segja, er ekkert erfitt að halda aftur á sér eða svona? Það hefur verið merkilega auðvelt, sko, en auðvitað, sko, þegar maður horfir á leikina eftir á, sem að við gerum eftir hvern einasta leik, sko, við þurfum að búa til klippur einhver atriði sem að við ætlum að læra af í hverjum leik, þá kemur maður alltaf auga á eitthvað sem maður ætti að sleppa. En það er bara eins og það er, sko, það glíma allir dómarar sama á hvaða stigi þeir eru við það, sko. Bjarni, Elías, fer vel ykkur væntanlega hérna? Allt í lagi bara, við erum 5 saman í herbyggi. Ekki bara vinalegt? Það er mjög notalegt og vinalegt. Já. Og svo fórum við með Eistunum í sánu í gær. Við vorum 10 saman í pínulítilli sánu og það var
myndaðist mikil nánd. Þetta er allavega rosa mikil svona heimavistar tilfinning hérna og bara þetta er rosalega sameiginleg kaffetería þar sem að allir dómararnir hittast og bara leikmenn. Og leikmenn og hafa tækifæri til að mingla og kynnast öðrum og svona eftir fyrsta daginn þá í rauninni fór meiri samgangur á milli dómarana og í fyrstu daginn sérstaklega voru allir fyrir sínum hóp og núna eftir að það líður á þessa ferð þá hafa nú verið myndast meiri vinskapur og tengsl þar á milli. Frábært strákar, bestu þakki fyrir þetta og gangi ykkur vel með leikina sem þið eftir að dæma og umsögnina. Takk fyrir. Takk fyrir.